velkomin í Flugsmiðjuna, langt stopp. Í dag ætlum við að nýta flugu sem er eftir hann Jóa hérna vinn minn á Akranesi, sem heitir Rauðvín og er komin inn á fors.is og svona. Við Jói hefði samtöð með ákvaðum að negla í vídeo af þessari flugu, því þetta er alveg algjört monster í sjóbleikju þessi fluga. Hún lítur svona út og hann ætlar að nýta hana eins og hann gerir með sinni aðferð. Og hann ætla bara að taka við að mér, ætla að láta Jóa nýta þetta sjálfan, þá fáið þið alveg að sjá bara dægrekt hvernig þetta er gert og allt, og við gefum Jóa bara orðið. Já, komið sæl, Jói heiti ég, Jóhann Ólafur Björnsson, vinnur hans Ívars, og ég ætla að kenna ykkur að nýta flugu sem að ég bjó til sjálfur, og hún er upphaflega hugsuð í sjóbleikjuveiði og var í Hraunsfirðinum að hannana, en svo hafa eiginlega bara allir okkar ferskvatnsfiskar aðrir en lax verið að taka hana, og hún er búin að koma alveg sérstaklega sterk inn í sjóbystingin. Já, þannig við skulum bara hefja leikinn, og ég að nota hérna Semperfly þráð, flúr og pink í stærð 12. Ég er með Arex krók, núna er ég með stærð 12, curved nymph og gullkúlu, brass. Og það er náttúrulega bara fyrir eftir hvað menn er að fara að gera, hvað þeir hérna vilja nota, hversu stóra kúlu þeir vilja nota og hvort það sé brass eða tungsten. Og við byrjum á, þegar við erum búin að festa þráðinn, að festa niður, ég byrja alltaf hérna framan, bucktail efni og svona lime, grænum lit, sem er líka fluorescent, en það er eiginlega allt efni í þessari flugu fluorescent, og það gerir hana sérstaklega skemmtilega í kvöldveiði. Svona, ég er búin að festa efnið. Ég fer alltaf einn hring með þráðinn undir skottið á henni, lyfti skottinu aðeins upp og tek aðeins í þráðinn, held spennu, held svo áfram að vefja. Þetta ger ég til að tryggja að skottið standi aðeins upp í loftið en halli ekki niður með króknum aftur, og svo vef ég þetta svona nokkuð þétt hérna fram krókin aftur, og það sem skiptir svolítið máli er að það sé ekki neitt grænn litur undir vínilribbi sem kemur á eftir, vegna þess að það var bara stór munur á því að vera með einhvers konar liti aðra en flúr og pink undir, upp á hversu sjáanleg flugan er og hversu bleik hún verður. Byrjum bara þessu, þá klippum við af, og ég miða við svona kannski sentimeter tæpan. Því næst tek ég vír. Hann er frá Semperfly líka, þetta er 0,2 millimetrar bright gold í snívæsnum á hlið, og festi vírinn þeim megin á fluguna, í rauninni baka til miðað við það sem við sjáum venjulega, vegna þess að þá kemur vírinn betur upp á réttum stað þegar við byrjum að vefja hann á eftir. Svona. Þá er það vínilribb, og við notum flúróbleikt vínilribb. Ég vef það ofan á, svona smá brastundum að byrja, vefja 2 hringi, koma því þokkalega fyrir, festa það og tryggja það hérna alveg fram í kúlu, eins og
svona. Þá festum við það vel og vandlega ofan á flugunni alla leið hér aftur og ég festi það alveg að bucktail-hárunum hérna sem í skottinu. Og svo bara vefjum við okkur nokkuð þétt fram. Við viljum alltaf halda í hennan flúró bleika lit úr hérna þræðinum upp á lita effekti setna meir. Ok, heyrðu, þá getum við farið að vefja vínilribbinu. Passa að það leggist rétt og ég fer yfirleitt svolítið vandlega af stað. Legg það nákvæmlega eins og ég vill það. Fyrsta hringinn, strekki vel á. Það svolítið mikilvægt vegna þess að ef maður vefur það laust á, þá á það til að renna aftur á króknum og það ekkert gaman ef maður kominn á bakkann. Og við vefjum vínilribbið bara vandlega, pössum að það liggi akkúrat saman allstaðar. Ekki of stórt bil á milli, þá sekkur vírinn inn á milli og sjáum. Já, þetta fínt svona. Við erum búin að tryggja það, þá klippum við af og svo bara festum við það vel og vandlega hérna niður að framan. Allt í lagi að fara slatta af vafningum hérna fremst. Það kemur döbbkræja á fluguna á eftir, þannig að þetta bjargar manni svolítið. Fínast tökum við vírinn sem við komum fyrir áðan og vefjum honum hérna bara beint upp í fyrsta bil á milli og eins með vírinn og við vorum að tala vínilribbið áðan að vefjum honum svona þéttingsfast til að þetta fari ekki á hreyfingu. Ég nefnilega lenti í því þegar ég var að byrja að gera þessa flugu, þá var ég ekki að passa þetta nógu vel stundum og þá gat efnið farið á hreyfingu iðulega við bakkann og það var bara ekkert skemmtilegt. Þá flugan í raun og veru bara ónýtt. Við festum vírinn vandlega niður hér að framan, klippum með víraskærunum. Ég nota þau til að ýta endanum á vírnum niður þannig að hann leggist alveg þétt til þess að hann særi ekki þráðinn. Hann á það til að gera það ef hérna vírinn stendur upp í loftið og við viljum það ekki. Svona, þá hann kominn á sinn stað. Þá bara flugan farin að taka á sig mynd og síðasta efnið í flugunni dubb og við notum flúróbleikt æsdubb. Þannig eins og ég sjáu þá flugan öll í flúrósent lit og við vefjum því vandlega utan sárið sem á milli kúlunar og vínilribsins. Svona. Þá ekkert eftir nema bara að gera hnút og ég kýs að gera 2 hnúta til að vera bara alveg viss á endingu flugunar.
Klippum þráðinn af og það getur náttúrulega verið smekksatriði milli manna hvernig þeir vilja döbbi lítið nákvæmlega út, en ég kýs að trimma það svolítið tilbaka, sem sagt ekki hafa of langar tæjur. Ég vil bara að það sé svona, já, aðeins minna sig kraginn. Og já, klárum það. Þessi fluga, hún hét upphaflega mjög einföldu nafni, rauða vínilpúpan, og það gefur auga leið hvers vegna ég kalla hana það. En svo þegar ég fór svona að dreifin aðeins, vildi ég fá svona aðeins þægilegra nafn heldur en rauða vínilpúpan, og það var hann Heiðar. Hann einn af mínum allra bestu vinum, og hann stakk upp að stytta bara orðin, og í staðinn fyrir rauða þá bjó hann til rauð, og svo kemur bandstrik, og í staðinn fyrir vínilpúpan þá sögðum við vín, sem sagt rauð vín. Þetta sem sagt ekki skýst í höfuðið á rauðvíni áfenginu, heldur þetta leikur á orðum. Og nú ég búinn að setja á hana UV-lakk. Þá bara herðum við það aðeins. Þarf ekki nema örfáar sekúndur á þetta. Og þá rauðvín klárt. Svona lítur hún út. Ég vona að þið eftir að prófa þessa flugu, því hún virkilega skemmtileg og gefur vel, og gleður mig að deila henni með ykkur. Og já, ég þakka bara fyrir mig.